Sko, ég var aðeins að vera að hugsa sko upp á síkastið. Sko, það oft í trúagöngunni okkar með Guði að við stundum hugsum kærleikann okkar til Guðs. Hvað við elskum Guð mikið. En það kannski, við kannski hugsum ekki mikið út í kannski hvað hann búinn að gera fyrir okkur. En nú ætlum við bara að hoppa í eitt fallegasta vers sem að skrifa hefur verið í Biblíunni. Þetta að sjálfsögðu Rómverjabréfið 5:8. Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Ef þú spáir aðeins í þessu sko. Guð auðsýndi okkur kærleikann. Það var sem að greip svona augun hjá mér sko. Guð sko, hann kemur í heiminn með son sinn og hann deyr fyrir mig þegar ég ennþá í syndunum mínum á bulli. Ef þú hugsa aðeins út í þetta. Þetta kærleikurinn sem að Guð sýndi mér á krossinu. Og þetta kærleikur sem að hann sýndi mér, ekki að ég hefði verðskulda neitt að þessu, hann eingöngu elskaði mig. Og hann lét son sinn ganga í gegnum alla þrengingarnar til þess að ég geti augnast lífið sko, í honum. Og líka ef þið hugsa aðeins út í þetta, í Gamla testamentinu, að þá fengu þeir náttúrulega lögmálið sem við kallum lögmál Móse. Og æðsta boð lögmálsins var að þú skalt elska drottinn Guð þinn á öllu hjarta, á allri sálu og öllu mætti. Og ef þú veltir aðeins fyrir þér, þá náum við ekki að halda þið. Ef þú bara hugsar út í það, við náum ekki að halda það. Við föllum oft. Ég í fötum sem gerð úr meira en einu efni, ég syndari. Og Jesú þurfti að deyja fyrir þessar syndir. Ef þú bara svona veltið fyrir því, við náum ekki að halda þetta boðar eins og enda þurfti Guð að koma og sýna kærleika sinn til okkar. Og Jóhannes, Guðspjallamaður, hann tekur þetta ennþá skrifinu lengra í 1. Jóhannesbréfi 4:10. Það segir hann, þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Hér bara Jóhannes að taka skrifinu lengra og sýna það sama og Páll var að segja í Rómverjabréfinu. Og hann kom til þess að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þegar hann fer á krossinn, þá tekur hann væntanlega syndir okkar og hann gerir frið við okkur á krossinum. Efesus 2, hann fór á krossin til þess að gera frið fyrir okkur. Þetta kærleikurinn. Og við getum tekið þetta ennþá lengra. Rómverjabréfið 8:37, það ekkert í þessum heimi sem getur gert okkur við kærleika Krists. Hvorki hæð, né dýpt, né allt annað í þessum heimi ekkert að þessu getur gert okkur viðskila við kærleika Krist. Ef þú bara veltir þessu fyrir þér, þetta svo mikill kærleikur. Spáðu í þessu.